Já, við ætlum næst að ræða við mann sem að í mínum huga ein af hvað maður að segja menningar stórstjörnum Íslendinga. Hann heitir Ágúst Guðmundsson. Þið þekkið hann ef til vill best eins og ég vegna bíómyndina sem hann hefur gert. Þar má nefna Með allt á hreinu, Útlagan, Land og syni, ég geti talið áfram. En í dag ætla ég að ræða við Ágúst að nokkru leyti nýja bók sem að hann var að skrifa, skáldsaga, hún heitir Lux, en ég hugsa nú að ég muni laumast til þess að spyrja hann eitthvað ferilinn líka. Vertu velkominn, Ágúst, til okkar. Já, þakka þér fyrir. Þetta í fyrsta skipti sem að þú kemur hingað að Rauðaborði. Já, ég hef bara aldrei komið hingað áður. Nei, einmitt, það gaman að fá þig. Mjög gaman að vera hér. Já, og til hamingju með þessa nýju bók, Já, Lux. Takk fyrir. Myndirðu segja þetta væri novella? Já, þetta novella. Já, einmitt. Þetta stutt skáldsaga. Já. Gerist hún öll á einum tíma eða? Nei, hún gerist á nokkrum árum að segja. Hún næri yfir tímabili frá því fyrir hrun og þá til eftir hrun. Já, já. Og ertu svona með einhverja samfélagslegar vangaveltur eða þetta bara? Vafalaust myndi maður ekki segja það. Sko, málið það að mér finnast þessi tíma mjög merkilegir. Það að segja þenslutímarnir og hrunið sem kom í kjölfarið. Mér finnst í raun og veru sko fyrsti áratugur þessar aldar vera svo forvitnilegasti og svo skrítnasti sem ég hef upplifað. Já, það er þannig. Nú oft sko skrítið að vera Íslendingur en það var aldrei skrítnara heldur en á þessum árum. Ertu þá að tala bara þetta brjálæði einhvern veginn? Já, það þú manstu bara, fyrir 20 árum þá voru blöðin uppfull af fréttum það hvaða milljarðamæringar væru ríkastir og hverjir ættu flottustu einkaþotuna. Já, eins og það væri mikil degið. Já, einmitt. Og sko eftir þetta tímabil þá settist ég niður og langaði til að fjalla eitthvað þetta í myndum og var svona að safna saman hugmyndum í sarp og úr þessu urðu reyndar ýmis svona sögukorn eins og þetta heitir reyndar en aðalega urðu úr þessu 3 kvikmyndahandrit. Já. Og þetta handrit nummer 2 sem þessi saga byggist á. Já. Þessi bók var einu sinni kvikmyndahandrit. Svona sagan á bakvið það. En það er enda búið umskrifað talsveit mikið og jafnvel aðalpersonan hefur breyst svolítið við það að verða sögupersona í bók. Já. Er langt síðan þú rissaðir upp fyrstu hugmyndir sem koma hér fram í þessari nýju bók núna? Já, fyrir þessa bók það er allavega 10 ár. Já. Þannig að hún fengið að malla og kólna og svona, það eru margir kostir við það að láta verk þróast yfir svona langan tíma, ekki satt? Jú, þetta minnir mig á það sem að gamall félagi minn Indriði Þorsteinsson sagði. Hans rithöfundaferill var algjörlega tvískiptur. Þegar hann fjallaði nútímann þá var hann þessi eiturskarpi blaðamaður sem margir kvenkuðu sér undan og sem var ekki alltaf sanngjarn, skal sagt. En hann vildi fjalla liðna tíma í fagurbókmyndunum. Hann sagði einhvern tíma það þurfa að líða að minnstu kosti 10 ár frá atburðunum og þangað til ég get afgreitt af sem söguefni. Já. Og þetta sést alveg á ferlinum hans. Einmitt, og þá var hann svona þessi flotti næmi skagfiski stílisti. Já, einmitt. Og kannski er eitthvað til í þessu. En mér finnst líka ágætt að hafa fengið þessa fjarlægð á þessa skrítni tíma. Já, ég trúi því. Hvað er þessi bók? Sko, mér langaði eiginlega ekki mjög mikið til þess að fjalla aðalpersónurnar. Ég vissi að það yrði fjallað þær á öðrum vettvangi og fólki finnst
gaman að sjá svona myndir svona eyðslusemina í þessum ríku, hvað flug og hátt og svo framvegis. Mér langaði meira til þess að tala þá sem voru aðeins neðar í þessari gókunaröð. Langaði kannski til að komast upp, en voru þar ekki, komumst þangað aldrei í raun og veru. Já. Þá sem þennan mikla fjölda sem átti þó ósk heitast að verða ríkir og verður kannski ríkir á tímabili en mistu svo kannski allt í rauninu sjálfu. Já. Getum við kallað þetta næstefsta lagið? Já, við getum kallað það næstefsta lagið. Eða það næstefsta. Já. Og þetta fjallan tilfinningar, þetta ástarsaga? Já, þetta nefnilega ástarsaga. Já. Það var nú eitt sem að kannski, það eiginlega aðal þema þessara bókar. Það að stundum fer fólk að búa saman og giftast og eiga börn sem eiga kannski ekki óskaplega vel saman. Eru ólík en eru samt alla ævina einhvern veginn að láta það ganga upp. Já. Og þetta svoleiðis samband. Já. Og tíðarandi, hann kannski hefur meiri áhrif á þannig sambönd. Já, og hann hefur líka meiri áhrif á suma en aðra. Já. Þarna í forgrunni ung hjón. Hún háttsett í banka í Luxemborg, þess vegna heitir þetta Lux. Já, einmitt. Hann hins vegar norrænufræðingur, fæddur norður í landi, sveitapiltur og kann vel að meta svona, hvað ég var að segja, fornar hefðir, bókmenntir, þjóðleg gildi og líka hann hagmæltur og í raun og veru svona dæmigert skúfuskáld í nútímanum vegna þess að hann alltaf að yrkja eitthvað sem hann veit að muni ekki koma fyrir augu annara. Já, þú ert búin að draga þarna upp ákveðnar andstæður. Þarna eru andstæður, já. Já. Og þetta var einmitt tími andstæðnanna. Ég man til dæmis þegar að þú nefndir aðeins áðan að það voru gerðar fréttir flottustu einkaþotuna. Ég man hvað mér brá við það liggur við að maður geti kallað það bara einhvers konar siðrofi í fjölmiðlamennsku þegar við vorum farin að sjá nýju típuna af viðmælendum dregna inn í umræðu þættina eins og Kastljós eða hvað það hét á sínum tíma og ástæða gestabóðsins, ástæða þess að viðtal við þennan ríka kall var sýnt var einungis auður hans sem að við lærðum síðar að var nú byggður á lofti og ég hugsaði með mér býtu, þetta ekki eitthvað menningarrof? Þarf ekki maðurinn að hafa eitthvað fram að færa annað en það að hann eigi svona mikla peninga? Hvað hann að segja mér? Hvað þetta viðtal að segja mér? Manstu eftir að hafa hugsað eitthvað svipað? Já, en það líka að taka það fram að fólk horfði á svona viðtöl af miklum og einlegum áhuga. Já. Þetta voru bara stórstjörnur síns tíma, ekki satt. Þess vegna var hann dreginn í viðtal. Við heldum kannski að þetta væru stórstjörnur, svo hefur maður hitt fólk sem segir til dæmis rifjar upp einhverja fundi við bankamenn í London. Já. Og þeir voru í vitlausum skóm. Íslensku stórstjörnur okkar voru ekki í réttri típu af skóm. Já. Og fundarmennir, bresku bankamennir sem voru að tala við íslenska bankastjóra, þeir leið og fundin var lokið þá bara hristuður höfuð. Það ekki hægt að treysta þessum businessmönnum, þeir eru ekki rétt skóm.
Það er mjög gaman að lesa einmitt það sem þeir sögðu hinna ýmsu fundi sem þeir áttu með íslensku bankafólki. Já. Mönnum sem komu þarna ungir í áhrifastöður og vissir nú ekki voða mikið það kerfið sem þeir voru komnir inn í. Nei, en þetta keyrðist áfram af veldlegum áhuga og einhvers konar æsku þrótti gerir það fyrir. Já. Mér er svolítið gott hjá þér sko að vera að fjalla tíman fyrir hrun öðrum þræði í þessari bók því að það er einmitt, þetta er alveg rétt sko þegar þú segir það. Við erum ekki að víkja huganum allt og mikið að því tímabili. Við erum svo föst í hruninu sjálfu og dramatískum eftirmálum hrunsins. Já. Það gildir allar þessar hugmyndir sem ég var að reyna að færa í kvikmyndaform. Já. Að þær gerast einmitt allar á undan. Það er svona smá eftirmáli sem gerist eftir hrun hérna. Fyrsta hugmyndin sem heitir Rukkarar Íslands, hún gerist svona á undan og eftir og í hruninu sjálfu. Já. En þetta er náttúrulega stórmerki tímar og eiginlega mjög eðlilegt að fólk sækir sér svona söguefni þangað. Já. Það er svolítið minna mál er það ekki, þótt það sé erfitt að skrifa bók og mjög erfitt að skrifa mjög góða bók, ekki síst ef hún er stutt, það er nú eiginlega bara það alerfiðasta sem hægt er að gera, finnst mér. En þetta er samt svolítið minna mál en að búa til risavaxna bíómyndir, það ekki? Jú, það er það nú reyndar. Ég hef eiginlega einum og gaman af að skrifa. Já. Þannig að ég reyni alltaf að vera frekar knappur í stílnum. Já. Ég gæti vafalaust skrifað alveg endalaus samtöl, en endalaus samtöl er ekkert spennandi. Nei, þú óskar þér þess að við höldum áfram að hugsa eftir að punkturinn kemur og eftir málskreininni á köflum. Það er náttúrulega það sem við erum alltaf óska eftir. En sko, mínir uppáhaldshöfundar íslenskir, þeir eru einmitt passa samar á að skrifa ekki á langan texta. Já. Eins og Pétur Gunnarsson, svo ég nefnum dæmi. Já. Það hver setning er úthugsuð og hún má bara ekki vera lengri. Nei. Og einmitt þarna fyrir langt aftur í tíman og við hugsum punktinn og ég og mig og mér til mín. Já. Hvað þetta var rosalega unnin texti hjá mér. Já. Knappur vegna þess að hafa búið að henda út öllu sem ekki þurfti að vera þarna. Ég veit ekki hvort ég er búin að vera alveg svo grimmur í þennan texta. Já. En það gerist þannig margt á þessum blaðsíðum þarna. Já, ég trúi því. Ég hlakka til að lesa þetta. Ég hafði nú ekki tíma til að gera það í undirbúningnum en ég get sagt þér að Pétri að einu sinni fór hann norður í land og hann var að lesa upp úr handriti sem var í smíðum, það var ekki orðið bók og það var hlegið alveg rosalega mikið af textanum og mér er sagt og honum hafi fundist of mikið leið og hann hafi tekið út sem sagt kynni og húmor af því að hann vildi svo oft láta okkur dansa á mörkum hins húmoriska og tragiska. Já. Þetta getur vel passað sko. Já. Þarna er hugsun í gangi sko. Já. En hann er enda góður uppleysari og þegar hann les eigin texta þá verður hann alltaf dálítið fyndinn. Einmitt, mjög fyndinn. En get ég rukkað eitthvað meira svona efni bókarinnar? Það er kannski erfitt fyrir mig af því ég hef ekki lesið hana. Já. Er ég ekki komin með megin efnið? Jú. Og má ég þá fara að spyrja þig út í eitthvað annað og hvernig þessi bók tengist svona því sem þú hefur að gera á undan? Já, þetta verkefni byrjaði sem kvikmyndahandrit. Já. Og það komst talsveit langt. Ég var komin í samstarfið framleiðanda í Luxemborg. Og ég var komin með vilyrði frá kvikmyndamiðstöð til að gera þessa mynd. Og þá gerist það að þessi framleiðandi í Luxemborg, hann bara lét af störfum og hætti í fyrirtækinu og partner hans í fyrirtækinu
hann hafði ekki áhuga að halda áfram með þetta. Og svona gerist þetta að maður, þú veist, þetta viðkvæmum business. Já. Og hann hafði bara einfallega ekki sama áhuga og svo sem var að láta störfum á þessu ákveðna verkefni. Og þá bara ekkert hægt að gera. Nei. Og en þú fannst leið. Já, það skrifið bók. Já, það er eiginlega það eina sem hægt er að gera. Já. En þetta segir bara það að við lifum á tímum þar sem að allt breytist furðu hratt og sérilega í kvikmyndabransanum. Já. Og allt í uppgötaði það að ég var ekki lengur með þau sambönd sem ég var með fyrir kannski 20 árum. Þar voru bara mínir félagar í Evrópu annarkvort dauðir eða hætti störfum. Já. Og ég bara vissi ekki hvert ég átt að snúa mér með þetta. Nei. Ég var eitthvað að þvælast á kvikmyndahátíð í Berlín í 2 skipti og það leiddi ekki til neins. Nei. Svo að þetta er svona, þetta er ekki einfaldur bransi, svo líka annað að kannski er maður fljótur að detta úr tísku sem höfundur. Að þær myndir sem ég gerði hérna og fengu gríðarlega aðsókn fyrstu myndir mínar, allar fyrstu 4. Þær myndu væntanlega ekki fá sömu aðsókn núna. Nei, þessar myndir þínar sko, mér langar aðeins að ræða við þig sumar þeirra kannski, ef þeir eru sama. Já. Þær eru náttúrulega meira en bara aðsóknar með, þær eru bara þær eru að einhverju leyti sjálfsmótandi menningar vitnisburðir, bara svo segi þér hvernig ég man mjög sterkt eftir Landi og sonum. Og mér fannst þetta ótrúlega magnað að sjá þessa fortíð bara á tjaldi. Ég nú sjálfur alin upp bara í Mývatnssveit og sjónvarpi kom ekki fyrir nýjan og bara orðin svolítið stálpaður og svona mitt alfa og omega var bara silungur, önd, vatn, tún, sauðkind sko. Maður tók nú ekkert eftir því, það var svo merkileg sem það var af því það var alltaf alla daga við sumar þá hætti maður að taka eftir því en sko ég man mjög vel eftir sterkum hughrifum þegar ég horfi á Landhúsinni en þegar með allt og hreinu kemur og ég 17-18 ára gamall man ekki hvað ég er þá bara sko það bara opnast nýr heimur þú hlýtur ofta að hafa heyrt það hvað sumar myndana þinn og ekki síst hún hvað hún var ótrúlega stór fyrir okkur. Já. Það er alltaf verið að endursýna hana í sjónvarpinu en þetta búm sem hún var á sínum tíma. Svo höfum við líka alltaf sýningar á henni svona allavega árlega með söngtekstum í Bíó Paradís. Já, það er skemmtilegt. Og það kemur alltaf slatt af fólki til að syngja með. Já. En úr því þú nefnir þessa mynd þá vil ég geta þess að bara núna daginn þá var sérstök sýning á mynd sem heitir Lítil þúfa sem ég gerði eiginlega árið áður en ég gerði Land og Sinni. Ég reynda að tóka hann upp bara vorið og svo fórum við í Land og Sinni seinni hluta sumars. Já. Þessi mynd greinir frá menntaskólastelpu sem verður ólétt og þetta er bara, þú veist, hún að fara í gegnum það ferli og eignast á barni og þá er myndin búin. En það er svona minn máti að segja þessa sögu hann skýrir svolítið af hverju mér fannst fullkomlega sjálfsagt og eðlilegt að fara að vinna með stuðmönnum að þeirra mynd. Það er svona ykkur svona lágstendur húmor þarna sem var nú reyndar ekkert svo óskaplega lágstendur þegar við gerðum Áttarinn en það er samt, sko, ég var alltaf
ég var þarna með þennan hóp af villingum sem voru með, já, dálítið áberandi húmor og ég var alltaf að reyna að draga það niður í eitthvað sem að gat verið raunveruleiki eða nálgast raunveruleika. Já, en hvað satt og það held ég að hafi verið sko, þessi tókstreita okkar sko, sem var kannski ekki svona áberandi tókstreita sem ég fekk að ráða. Já. Þau báru respekt fyrir mér, ég veit ekki hverju. Og það útkoman verður eitthvað sem bara hefur þetta langtíma gildi. Já. Hvað satt úr lögin með handritið sjálft? Hve lausbeislað var það? Voru orðin sem þeir sögðu, voru þau í handritinu eða var mjög mikið improviseringar? Sko, ég skrifaði handrit sem upp á rúmlega 40 síður. Náttúrulega söngvarnir voru allir komnir á undan. Þeir voru allt vorið að semja þessi lög og þessa texta. Og þar með var alveg vitað það er ekki þetta að improvisera með það á tökulstað. Í mínu kvikmyndahandriti þá voru yfirleitt ekki samtöl. Heldur var sagt út á hvað hver sena ætti að ganga. Já. Og þegar maður fer að brjóta það niður þá er það tiltölulega einfalt mál að hver sena kannski með ein skilaboð, kannski kemur eitthvað eitt annað eða í mesta lagi tvennt annað sem þarf að koma fram. Og þannig að við byrjuðum á að æfa þetta og æfingarna gengu út á gærarnir eru hættar, hvað gerum við þá? Við bara förum einir, við bara förum án þeirra, við þurfum ekkert svona gærur. Þetta er kannski svona meginatriðið í þessari senu, en svo var spunnið í kringum það. Já. Og þá koma svona setningar eins og það verður enginn að skota srúta, það verður langferðabíll, eitthvað svona sko, sem að ég skrifa alls ekki. Nei, bara Valgeir. Valgeir datt þetta í hug. Já, og þetta kom svona til. Já. Það er annað sem ég ekki reynda mjög vænt þau eru á æfingu, þannig að segja rétt, senun næst á undan og það er þetta smá samtal sem improviserað. Þau eru að æfa ástardúettinn og svo kemur upp svona svolítið rimma milli aðal söngvarana. Hann milli að þær séu með einhverjar svona þokkafullar hreyfingar. Já. Og segir bobbingarna fram og eitthvað svona. Já. En þegar hann kallar eftir þessum hérna þokkafullur hreyfingum þá segir datt upp úr Röggu í töku verð þú þá bara í því? Já. Ég veit. Og það var eitthvað úrlega fyndið í og lífandi sko, vegna þess að það var ekki undirbúið. Nei. Sko, þurftirðu margar tökur í flest atriðin? Sko, ég þurfti að taka til dæmis þetta atrið var tekið á 3 vélar. Já. Af því að það var aldrei hægt að klippa saman tökurnar. Nei. Samtölunum voru alltaf svo ólík. Já. Svo að samtalsirinn voru teknar upp á 2 eða 3 vélar. Já. En svo músikatriðin þá voru við bara með eina vél. Það var allt fyrirfram ákveðið. Já. En það hefur verið eitthvað einstakt í gangi þannig. Já. En svo tóku þér sko, ég skrifaði söguna. Ég á söguna. Ég á þetta atriða handrið eiginlega bara sagan. Já. Það er svona beinagrindin í þessu. Já. En svo komu öll þessi fyndnu tilsvör frá þeim. Já. Og þú sagðir áðan að þeir eru skrifað þarna heilt vor, verða að semja músíkina heilt vor, en maður hefði allt eins geta giskað á að þetta væri 10 ára safn af vinnu sem væri komið saman. Þau hafa öll verið einhvern veginn bara, þetta hefur verið svona snildarskeið. Já, það voru allir í miklu stuði. Já, allir í miklu stuði. Er þessi mynd ekki öðruvísi en allar aðra myndir þínar? Hvað var þar formið eða formleysið eða hvernig maður orðaði það sko?
Það hefur Jú. oft, já. Við gerum nú tilraun til þess að kannski endur taka þetta einhverju leiti í takt við tíman. Já. En þá var kannski svona ára aðri tímar Já, ég veit. og við kannski ekki alveg í takt við hann. Ég veit það ekki. En hún er mér þykir enda mjög vænt þá mynd. Já. Og okkur langar til að endurvekja hana með svona söngtekstum eins og þá fyrri. Já. En hún hafði ekki músíkin sló ekki alveg í gegn eins og í fyrirmyndinni. Ekki alveg, nei. Og samt fín lög þarna. Já. Viðmiðið bara svo opaslega hátt. Já, og það er líka komin aðri tímar. Já, það er tímar. Þeir voru kannski ekki þarna árunum eftir aldamótin á sama stað hvað var það í ferskleika og vinsældir. Nei. En útlegin stærsta myndiðin? Þannig kostnaðar sömust? Já, það ekki. Ég nema kannski, ég náttúrulega Nonn og Manni var mjög svona viðamikið verkefni. Já, ég veit. En á íslenska mælikvarða þá var útlegin mjög dýr, jú. Já. Var ekki meirinn að segja það að hrista hana fram úr erminni? Jú, hún var eiginlega allt of stór og ég gerði hana svona óþarlega dýra, einhvern veginn. Ég var ekki mjög mikið að passa upp á þetta. Þeir hleyptu mér einhvern veginn eiginlega of langt með í eðslunni, sko. Mikil fjárhagslegu lífsáski sem að fylgdi því náttúrulega að leggja allt undir fyrir hverja bíómynd. Já, það gerðum við nú alltaf, sko. Já. Og það reyndar ég gerði það sömuleyti ennþá en ég bara upp að 10 milljónum. Já. Með síðustu myndirna sem ég gerði. Já, einmitt. En nei, með útlagana við hefðum alveg geta valið auðveldari tökustæði í grennd við Reykjavík. Við þurftum ekki að fara upp í Hítardal á Mýrum. Það var mjög kostnaðarsamt. Já. Ég fyrirgef mig frekar að fara vestur á firði og taka í Hergilsey og í Geirþjófsfirði sem eru sögurstaðnir sem eru í Gíslasögu. Já, einmitt. En ég sé svolítið eftir að hafa verið með alla hennan sirkus þarna upp í Hítardal. Já. En einhvern tímann minni mig að ég hafi tekið við þig viðtal bara kvöld. Ég var að vinna á einhverju blaði og varstu örugglega forsíðu frétt okkar daginn eftir. Þú varst þá ekki alveg sáttur með hvort þetta hét kvikmyndasjóður eða eitthvað svona hvernig var séð menningarlandslæðið í kvikmyndageiranum eða eitthvað svoleiðis. Manstu eftir þessu? 1990 eitthvað, held ég. Kannski 6 eða 7. Nei, ég maður ekki. Ertu vissum að það hafi verið ég? Ég held það hefði verið þú. En ég er svona... En ég er búin að vinna svo marga áratugir sem bransa ég mannstundum ekki alveg þegar ég fer aftur, var það þess eða var það hinn? Nei. Þú manst ekki eftir þessu? Nei, ég gera það nú ekki. Nei. En ég ætlaði að spyrja þig í tengslum við þetta, hvort sem það varst þú eða einhver annar kollleikiðinn sem að var að tala um þessar veraldlegu aðstæður að er eitthvað betur búið að svona brautryðjendum eins og þú sannlega hefur verið að menn hafa nú tengt íslenska kvikmyndavorið bara við þínar myndir og svona er eitthvað auðveldar í dag að til dæmis fyrir ungan mann með sömu hugsjónir og þú hafðir, er það erfiðar eða auðveldar að láta draumana rætast og segja þessu sögur fyrir þjóð? Þetta er stór spurning. Ég er eiginlega ekki viss svarið. Ég held að hafi nú verið tiltölulega auðveld fyrir mig að komast að einfallega í ljósi þess að það var ekki mikil samkeppni. Já. Ég kom einhvern veginn heim á réttum tíma, alveg bara réttu augnabliki. Já. Og fekk strax tækifæri til að gera mynd sem heitir Skólaferð sem er reyndar hún er byggð á ákveðinni selsferð sem var farin þegar ég var í menntaskóla og við trúðum því nokkur krakkarnir að þriðja heimsstyrjöldin væri yfirvofandi, við trúðum því í hálftíma. Já. Það var svona, það kom í ljós að þetta var eitthvað prógram sem Bekkjaráðið hafði samið og byggði á
á ágætu verki eftir Ragnar Arnalds sem hann skrifaði til þess að vara fólk við herstöðun og Keflavíkurflugvelli. Já, og úr þessu gerði ég klukktíma verk sem var tekið upp í sjónvarpi og vakti svona svolítið athygli og þannig svona vakti ég athygli á sjálfum mér. Já. Svo kom þessi litla þúfa sem ég nefndi hérna áðan. Já. Og svo er ég bara komin í bíómyndirnar. Já. Og þegar ég fyrir að hugsa tilbaka þá er þetta í raun og veru virðist vera mjög greið leið og ég held að hún sé ekki svona greið fyrir ungt fólk núna. Nei. Það þarf að hafa meira fyrir því að koma sér á framfæri. Já. Markaðsmennskan. Já. Hún í öllum listgreinum núna verðist vera mjög svona stór þáttur. Já. Samfélagsmiðlarnir og... Ég er hættur að skilja þetta, sko. Já. Einmitt. Og kannski þakklátur bara að hafa verið til svona hafa verið öflugastur á undan þeirri byltingu. Já, ég held að eins og ég segi, ég var þessi áratugur þarna 9. áratugur hjá mér var það er ótrúlega hvað ég kom miklu í verk, sko. Já. Og hvað voru ólík verk sem ég gerði. Já. Já, það er mjög ólík. Já, já. Hefur það alltaf verið þannig með þig að þú hefur þurft að fara úr einu í annað? Ég var eiginlega aldrei að leita svona að mínum persónlega stíl þó ég sjá hann svona eftir á. Eins og ég var að segja, ég sé líkindi með lítilli þúfu og með allt á hreinu. Eitthvað sem ég held að til dæmis að Jakob Frímann gerir ekki. Ég held að hann skil ekki hvað ég er að tala þegar ég er að segja þetta. En þannig gerði ég líka svona sjónvarpsgerð af Gullnahliðinu sem vakti mikla athygli. En var svo dýr í framkvæmd að það var aldrei hægt að endursýna hana. Hún var sýnd á jólum 86 eða 84 einhvern tímann á miðjan 9. áratuginn. Og þetta er ég að gera ég er að gera þessar bíómyndir. Gerði 4 bíómyndir á 5 árum. Þetta er það er í lífi sumra okkar þegar við horfum aftur bara fólk skilur ekki hvaðan það fékk orkuna. Nei, en ég var líka áreiðanlega á einhverju sviði svona sjálfsöryggis. Já. Ég held að maður þurfi að hafa dálítið sjálfsálit til þess að stunda þessa vinnu. Já, einmitt. Og náttúrulega tekið alveg gríðarlega vel, þjóðhetja, bara trekk í trekk. Ég er þér mjög þakklátur fyrir þitt framlag og ég svona stundu það að koma listamenn hér á Rauða borðinu þá sko bara mjög mikilvægt að við segjum hvert öðru hvað verkin okkar hafa, eins og í þínum tilviki, hvað verkin þín hafa gefið mér mikið. Það er ekki bara þannig að ég sé hér til þess að spyrja þig fjarlægar einhverja spurninga. Við eigum bara að nota stefnumótin í fjölmiðlunum líka til þess að draga fram tengingarnar á mennskuna og allt það sem hefur sameinað okkur í dagana rás. Já, það er reyndar ágætt að heyra það. Ég er náttúrulega mjög glaður að heyra þetta en ég held líka að það sé mjög mikilvægt að svona klappa mönnum svolítið á bakið. Já. Mér finnst reyndar sko umræðan á samfélagsmiðlum vera of mjög neikvæð. Já. Eiginlega óþarflega neikvæð. Já. Og fólk tekur gríðarlega stórt upp í sig. Já. Gjarnan mál sem eru ekkert óskaplega hugsuð í þaula. Það er svona vanhugsaðar athugasemdir sem eru bara rangar oft á tíðum. En svo getur verið að fáir villandi mynd eins og ég af því sem er verið að segja að það er einhverja algoritmar sem ýta að okkur efni sem er umdeildast eða það sem eru notuð stærstu orðin og eitthvað þannig að kannski er þetta engin spegill af því sem er að eiga sér stað. Þetta er bara, þau vita hvað það er sem að kveikir í okkur og hvað fær okkur til þess að hneykslast og þetta er nú meira rugli og svona. Já.
Já, það er þetta rétt. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Það eru ótrúlega margir sem að sko langar til að hætta á samfélagsmiðlum. Já. En telja sér ekki geta það. Er að nota til dæmis Messenger forritið eins og ég og þú þegar við tölum saman þegar við ákveðum að hittast hér í dag þá notum við Messenger á Facebook. Já. Og þannig að maður veit ekki alltaf hvað leiðir út. Og svo verður þetta þessi neikvæða umræða til þess að einhverju gaukar eins og við förum að hneykslast á því hvað þetta sé allt saman óskaplega neikvætt. Já, sjálfbar hringrás. Já. Ágúst, en það er bara mjög gaman að hitta þig og ég hlakka til að lesa þessa bók. Það er Ormstunga sem gefur út. Já. Það er nú bara ekkert auðvelt að fá forlag til þess að gefa út bækur í dag. Bara vel gert hjá þér að náður í Já, hann gaf líka fyrir 2 árum litla sögur sem ég skrifaði, svona álíka stóra sögur sem ég skrifaði Ingmar Bergman þegar hann var ungur að árum, áður en hann var frægur. Mér var stoltið merkilegt að hann skildi að hafa þá 31 árs gamall verið orðinn 5 barna faðir. Já, var það þannig? Það var bara þannig. Já. Og ég fór að skoða þetta og endaði með að skrifa þetta niður sem svona stutta skáldsögu svona ástalíf Ingmar Bergmans þegar hann var 31 árs. Þú fyrirgefur mér, en fyrsta spurningin sem að kom upp í hugan var, og ég ætla bara að spyrja hennar, vanræktið hann þau öll? Kannski ekki þau yngstu. Nei. En annars er ég nú ekki rétti aðeins til að spyrja það. Nei, en hann fór frá þessum 5 öllum. Já. Svo er svo skrítið að þau urðu síðan leikarar og leikstjórar og sá kannski nafntogaðasti er Mats Bergman. Hann var tæplega 2 ára tvíburi þegar Bergman yfirgaf fjölskylduna en hann hefur síðan komið fram sem leikari og hann er til dæmis réttarlæknirinn í þáttunum hvað heitir hann þarna í Ystad? Wallander. Já. Hann er réttarlæknirinn í Wallander þáttunum. Já, ég veit. En fylgja því einhverja kvaðir að sko, ertu að fara að lesa upp eða náttúrulega hóf er það ekki útgáf? Jú, það verður smá útgáfa á morgun. Já, það á morgun? Já. Þú mátt alveg auglýsa það, hvar það er? Ég er búin að setja það á Facebookin allavega. Já. Nei, og útgefandinn auglýsir það náttúrulega líka. Já. Nei, það verður bara, í forlaginu Ríkisslóð á morgun klukkan 5. Guð mig góður, ekki spyrja mig hvaða dagur þeir eru allir einsamir. Jú, það er 11. Það er 11, já. Já, þannig að þú bíður spenntur eftir því að Já, ég er svona bara eins og venjulega, maður veit ekki neitt hvers konar viðbrögð verða eða hvort að verða nokkur viðbrögð. Nei. Og það bara kemur í ljós. Ertu fullkomlega æruljós gagnvart því? Já, ég held það, já. Er það? Ég hef marga fjöruna sopið, eins og sagt er. Við höfum náð miklum þroska á allir nokkrum áratugum. Nei, maður er nú alltaf það er alltaf pínlítið skrekkur í manni. Já. Var þetta sniðugt? Já. Átti maður að gera þetta? Já. En það er ákveðin léttir þegar allt er komið í gegnum síðustu próförk og maður getur engu breytt, er það ekki? Jú, það er það sem er liti. Já. Jú, það er rétt. Og þetta er alltaf lúkning, þetta er einhver, þetta eru skil, maður lokar einhverjum kafla sem er svo mikilvægt að gera. Já, ég er ekki bara að loka þessari bók, ég er líka að loka þessu verkefni sem ekki tókst að koma á koppinn. Sem er að vísu svona svolítið öðruvísi, það bættist aðeins við söguna. Já. Til dæmis bætti ég því inn að aðalpersónun er úr sveit eins og þú og hann er hagyrðingur. Já.
og hann að yrkja bara fyrir sjálfan sig. Já. Hann svona dæmigert skúffuskáld. Já, skemmtilegt. Ég óskaði til hamingju með útgáfu Lux. Sögu Korn undirtitill, novella. Þú ætlar að halda áfram að skapa og rétt að byrja. Já, rétt að byrja. Er það ekki? Jú. Já, mér líst vel á það. Kæra þakkir fyrir komuna að Rauðaborðinu. Takk fyrir að hafa mig. Ágúst. Og með þessum orðum ætlum við að ljúka Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Þökkum ykkur samveruna, þökkum öllum gestum, þökkum ykkur sem hlustið og horfið og hvetjum ykkur ef þið hafi huga á að styrkja samstöðuna og auka þar með líkurnar á blómlegri dagskrá hér áfram og líftíma okkar. Að líta við á vefslóðinni samstöðin.is, skrolla niður og finna hnapp sem heitir áskrift gegn afskaplega hóflegu gjaldi á mánuði aðeins 2750 krónum. Getið þið gerst styrktaraðilar samstöðurinnar og við þurfum fleiri styrktaraðila. Það ekki sjálfgefið að stöð eins og þessi sé í loftinu frítt fyrir ykkur öll. En þið ykkar sem eruð aflögufær endilega haldið áfram að skaffa okkur eldsneyti. En þættinum lokið í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.